komin hingað í Skagafjörðinn til að ræða Sturlungu sem svona ein af mínum uppáhaldsbókum. Og þegar að ég var hérna fyrir nokkru síðan með aldraða lækna þá heimsóttum við Kakkalaskálann og þá ræddum við það við Sigurður að við myndum koma hingað eitthvað seinna en maður veit aldrei sjálfur sér hvað maður að fara út í. Þetta svona maður fer alltaf út í óvissuna og sem minnir mig reyndar á gamalt atvik úr eigin lífi sem skeiði fyrir mörgum árum síðan þegar ég var í námi út í Gautaborg að þá gerðist það einhvern veginn að ég skrifaði grein í blað þeirra Gautaborgarmanna sem heitir Gautaborgarpósturinn og skrifaði grein þessi níðstöngina sem að Egill Skallagrímsson afi minn reisti Eiríki Blóðöx og konu hans og þetta var mjög skemmtileg grein og merkileg grein og góð grein þó ég segi sjálfur frá en það var ekki nokkur einasti maður sem las þessa grein eða sýndi henni áhuga. Ég var mjög undrandi á því en þess vegna var ég með hissa þegar allt í þau var beðin að halda fyrirlestur greinina í bíói þeirra Gautaborgarmanna sem hét Hagabíó og ég var ákveðin og fer þangað á tilsetti tíma og þetta var fyrirlestur átti að byrja kl. 8 og ég komin hann kl. 7:30 og kem inn í salinn og þetta svona bíósalur svona með rauðum tjöldum og ég kemur þetta fyrir og þegar ég kem inn í salinn þá salurinn alveg tómur nema það einn gamall maður, svona eldri maður sem að situr fremsta bekk. Svo ég kem þarna og kasta kveðju á hann og sess síðan svona 3-4 sætum frá honum vegna sem maður veit aldrei upp á hverju svona gamlir menn taka eins og þið vitið. Svo ég sest aðeins frá honum og svo bíði ég eftir því að salurinn fyllist af fólki en það kemur enginn og svo klukkan verður 8 og hún orðin 5 mínútur yfir 8 og þá snýr sér að mér sem maður og ég var þá búinn að horfa á öxl og við erum bara 2 í salnum og hann segir Dr. Guðmundsson, allir ekki fara að halda þennan fyrirlestur eða? Og ég segi, jú, hugsaði mér, þetta maður sem komin langan veg til þess að hlusta á mig, tala með Egill afa minn og ég ætla ekki að valda honum vonbrigðum. Svo ég fer þetta upp og þetta á tímum svona þegar voru svona myndvarpar og ég velti svona glærum og tala og horfi alltaf í augun á þessum manni þar sem hann einn í þessu stóra sal. Svo ég allt í búinn og hann klappar svona kurteislega og ég safna saman glærunum og setja svona í stresstösku og síðan labba ég út og svona kasta kveðju á hann og segi verið sælir og svo geng ég svona 2-3 skref og þá kallar hann til mér og segir Dr. Guðmundsson, eru þér að fara? Og ég segi já, ég að fara og hann segir þér megið ekki fara. Ég segi af hverju má ég ekki fara? Þá segir hann að því að ég hinn fyrirlesari kvöldsins. Svo ég hlustaði á þennan mann og man nú ekki alveg hvað hann sagði en við sem kvöddumst þarna virtum og síðan hef ég aldrei séð þennan mann, hvorki finnið síðan en oft velti fyrir mér hvort hann var til. En þetta var algjör útúrdúr og hefur ekkert með efni dagsins í dag að gera en ég ætla aðeins að ræða við ykkur Sturlungu og Íslendingasögur en Íslendingasögur og Sturlunga hafa alltaf verið mér mjög hugleiknar og sem sé pabbi, hann var alinn upp í uppsveitum Borgarfjarðar og reyndar alinn upp í Borgarnesi, hann var úr uppsveitum Borgarfjarðar, ættaður þaðan og svona gerði þessar svona vaktir áhuga minn á þessu sögum og gerði þær mjög lifandi í mínum augum. Hann talaði til þess alltaf þessi Egill Skallagrímsson afaðinn, hann var alltaf afi minn, hann var skilgreindi afi minn. Það kom sér mjög vel því að hinir 2 voru dánir, þannig ég átti engan nema hann. Og var hann bara alinn upp í það hann Egill afiðinn sem að segir þetta og svona sko. Og síðan hafði hann mikla mætur á Sturlungum og þá náttúrulega var hann afkomandi Snorra góða sem að Einar var að tala og taldi sig til þeirra Sturlunga og þannig ég alinn upp í því að vera liðsmaður Sturlunga, vera í þeirra liði.
og ég til dæmis alinn upp í alveg blindu hatri á Gissuri Þorvaldssyni og það var mjög merkilegt að ég fór að vinna sem sendill á símanum og þar var maður sem hét Gissur og ég átti miklum erfiðleikum með að bara að heilsa honum eða gera af því að mér finnst þetta svo eitthvað, ég skildi ekki að maðurinn skildi ekki að heita þetta var bara eitthvað nafn sem að hét ekki í mínum huga svo að ég svona síðan þegar svona ég verð eldri og fyrir að velta þessu fyrir mér svona þessum sögum og þá læri ég þessar geðlækningar og er búinn að vinna í þeim í mörg ár og hef kannski svona á síðustu árum þá hef ég farið að fara inn í þessar sögur og svona veltaði fyrir mér hvað var það sem rak þessa menn áfram og þessar konur og þetta að nýta sér þessi fræði, þetta að nýta sér geðsjúkdómafræðina, sálfræðina, uppeldisfræðina, fjölskyldufræðina og veltaði fyrir sér hvað rak þetta fólk áfram og það er mjög merkilegt vegna þess að mín hugmynd er sú og sem sé að maðurinn breytist aldrei að maðurinn er í sjálfu sér alltaf eins maðurinn er rekinn áfram af þessum sömu hvötum og kenndum sem hann hefur gert alla tíð þannig að erfðasyndirnar sem við þekkjum úr kristnifræðinni það er að segja hrokinn og öfundinn og græðginn og lostinn þetta er ennþá það sem er í raun og veru að herja á fólk vitum það þegar að hérna var farið að hann var nú ekki að sem minna svona hápólitískt mál eins og talninguna í Norðausturkjördæminu en það var mjög merkilegt að sjá sko hvaða tilfinningar vöknuðu þar þegar að þessum 5 var fleygt út og aðrir 5 teknir inn það voru bara gömlu erfðasyndirnar það var öfundinn og græðginn og þvílíkt þannig að maður sér alltaf að maðurinn hann er alltaf eins og þá veltir maður fyrir sér er þetta að fara og inn í þessu gamlu og nota þessir inn í þessar sögur og sjúkdómsgreina þar sem þar eru og veltaði fyrir sig hvað er það í raun sem að rekur menn áfram og maður sér það að þetta er að þessi nýju fræði þau eiga alveg við, þau skýra talsett fyrir manni af því að Einar vinnur minn var að tala svo mikið Snorra Goða hérna áðan að það er til dæmis að Snorri Goði er mjög merkilegur einstaklingur sko að sem sé að faðir hans hann er drepinn þegar hann er í móðurkviði og móðir hans eiginlega elur hann ekki upp þrátt fyrir þetta tráma sem hann verður fyrir svo honum er komið í fóstur sem mjög ungu barni og þá heitir hann Þorgrímur Þorgrímsson en hann er svo ódæll, hann er svo erfiður hann er með svo mikið ADHD hann er með svo mikla mótþró og þrjóskuröskun að hann er kallaður Snorri sem er eiginlega hinn snerni, hinn óþekki þannig að Snorri er eiginlega bara hinn óþekki þannig að hann er kallaður það og síðan veltir bara fyrir sér að sko hvernig Snorri hann kemur allstaðar við sögu eins og Einar segir en maður finnur alveg þessa ótrúlegu þörf fyrir viðurkenningu sem að Snorri Goði þjáist alltaf af en hann kemur sér þó áfram en hann er greinilega uppfullur af höfnunarkennd og öðru slíku þannig að maður getur dálítið svona átta sig á því hvað það er sem rekur hann áfram en sem sé fyrir öll ykkar sem eru með ADHD eða í börn með ADHD eða barnabörn með ADHD þá sjáum við það að það getur ræst úr þeim eins og Snorra þannig að bara verið bjartsýn með þetta allt saman þannig að það réttist á úr Snorra sem var kannski mesta ADHD eða öllum á þessum tím en sama eiginlega gildir ef maður fer inn í svona söguna og mér langar til að ræða lítillega Sturlunga í Skagafirði áfram og svona kannski þessar sjúkdómsgreiningar sem við erum að fást við og taka þá aðeins kristnisöguna sem er mjög merkileg og við vitum það að í svona lok 11. aldar og 12. aldar þá svona er kirkjan farin að gera sig æ meira gildandi og þá fara að verða þessir árekstrar á milli veraldlega höfðingja og kirkjunnar manna og þá fara líka veraldlegir höfðingjar að reyna að sko sölsa undir sig kirkjujarðir til þess að
efnast á því og efnast á kirkjutíundinni. Og náttúrulega fyrsti biskupinn sem kannski storkar hinu veraldlega valdi að einhverju marki Þorlákur Þórhallsson, Þorlákur Helgi, sem lendir í þessu miklu útistöðum einmitt við Jón Loftsson sem að Einar talaði hérna áðan og eiginlega leggur til atlögu við höfðingjastéttina, bæði ræðst á þeirra valdagræðgi og hvað þeir séu að sölsa undir sig allt sem að þeir ætli sér að gera eins og Jón Loftsson gerði. En hann líka að gagnrýna þetta bílífi höfðingjastéttarinnar og hann boðar kristilegt aðhald, hann boðar siðsemi, hann gagnrýnir höfðingjastéttina fyrir stóðlífi og þeir hægi sér ekki eins og siðaðir menn, heldur þeir eigi frillur og hjákonur út allt. Og þar koma þessi siðaboð Þorláks Helga, þar sem hann að banna að viðlögðum miklu sektum þessi allskyns kynlífsathæfi sem mjög merkilegt, þar sem hann bannar það sem sé að allt mögulegt sem að menn að aðhafast í kynlífi. Meira að segja bannar hann þar að viðlögðum miklu sektum samneyti við borað tré sem mjög merkilegt sem sé að á þessum tíma sem sé að þá séu einhverja handlagnir bændur með boruð tré sér til skemmtunar. Mjög merkileg söguleg staðreynd, því að það ekki getið þessi boruð tré annar staðar. Eins og þau var að halda þennan fyrirlestur að svipaðan fyrirlestur með margra Svía og þá var einn sem að rétt upp hendina þegar ég var á þessum stað með boruðu trén og sagði að þess vegna sem var engin skógar á Íslandi. Sem svona sem ável að spyrja sig að. En hvað það að síðan erum við með þá fleiri biskupa en það eiginlega þá Guðmundur góði sem að fetar í fótspor Þorláks hér á Norðurlandi. Nú Guðmundur mjög merkileg stúdía að hann fæddur á Grjótá í Hörgárdal, hann Guðmundur. Og hans saga merkileg, sem sé að móðir hans, Úlfheiður Gunnarsdóttir, hún gift manni, fær litlu sögum af þeirra hjónabandi, en þá kemur allt í einu mikill sjarmör, mikill kvennamaður, Ari Þorgeirsson, og fer að sofa hjá þessari giftu konu, og ekki nóg með þetta eignast með henni 4 börn. Já. Og eiginlega fer einhver sögum af eiginmanninum, hann einhvern veginn hverfur bara inn í buskan. Nú á 2 af þessum börnum deyja mjög ung, það eru 2 drengir, en eftir stendur Úlfheiður og Ari með þessi 2 börn. Og þá fer Ari, hann var nú eins og margir kvennamenn, hann var alltaf blankur og mikill óreiðumaður í peningamálum. Kvennamenn eru það, hérna. Og þá fer hann til Noregs til að afla sér fjár og frama og fellur þar. Og eftir stendur Úlfheiður með börnin 2. Og þá það sem sé að bróðir Ara, Ingimundur, sem var prestur eða djákni, að hann ákveður hann og bræður hans ákveða að þeir ætla að ala Guðmund upp sjálfir en að taka hann frá móður sinni. Og síðan hann alinn upp á Flækingi með þessum Ingimundi bæi hér á Norðurlandi. Og það þaðan sem kemur þessi sögn að berja til bókar, að þeir tala það að það þurfa að berja hann til bókar. Þannig að hann líka ódæll eins og Snorri goði. Þó hann hafi kannski haft ADHD. En hvað það að hann sem sé alinn upp á þessum Flækingi og Ingimundi fóstra hans lýst svona sem afskaplega köldum og fjarlægum manni. Hann giftist einhvern tímann konu en þeirra samvistir voru mjög vondar. Þannig að hún fer frá honum og áfram halda þeir frændur á þessu flakki, þessu þvælingi. Og maður veltir fyrir sér hvaða áhrif hefur þetta uppeldi á þennan unga mann. Og þeir eru fátækir, þeir þvæla svona hann prestvígður, Ingimundur, hann trúaður og Guðmundur vígður til djákna eða vígður til kapeláns strax 12 eða 13 ára gamall. Þannig að þeir eru svona kirkjunarmenn en þeir eru eiginlega svona eins og bettlimunkar. Þeir fara upp til bæja og lifa á bónbjörgum.
Og síðan kemur þessi hryllilega atburður að þeir ætla að fara til útlanda og sigla frá úr Strandasýslu og skipinu lett þá eða strax og Guðmundur fær stórrána von á sig, von á fótinn. Og það svo alvarlegt beinbrot að því lýst þannig að þessi fóturinn snýr aftur og eins og þessi opið beinbrot. Og þegar að skipverjar sjá þetta þá koma þessi saman og halda smá fund og samþykkja að fleygja þessu slasaða manni útbyrðis. Þannig að þetta svona dálítið annað, þeir hringdu ekki í þyrluna sko. Og þetta þess að það verið gert í dag. Þannig að en það hætta við það á einhverjum ástæðum og síðan Guðmundur borinn í land og það löng saga af því að það reynt að gera við fótbrotið en það tekst ekki fyrir að til sögur kemur læknir á Reykhólum sem hét Guðmundur Skeljungsson og það hann sem að eiginlega græðir þetta brot. Og eftir þetta Guðmundur, það ekki mikið talað hans helti en hann hefur örugglega verið mjög bæklaður með þetta gamla opna beinbrot. Sem mjög skrítið vegna þess að opin beinbrot voru venjulega alltaf bannvæn, svo þið vitið, það var eins og kallar mergund í Grágás. En Guðmundur verður síðan þessi prestur, þeir fara ekki til útlanda, hann verður heimilisprestur hér í Víðimýri hjá Kolbeini Tumasinni sem við töluðum áðan vegna þess að Guðmundur og Gyðríður, kona Kolbeins, eru náskyld. Og síðan það þegar Brandur Jónsson biskup deyr þá það Guðmundur gerður hér að biskupi og síðan á hann þessa mjög svona atburðaríku embættistíð. Hann lendir mjög fljótlega í útistöðum við Kolbein Tumason sem sem sé í raun og veru velgjörðar maður hans, sá sem gerir hann að biskupi en það greinlegt að Kolbeinn hefur ætlað sér að fá biskup sem væri honum mjög leiðitamur. En það Guðmundur ekki, hann ekki leiðitamur nokkru manni og síðan verða þessi miklu átök milli Guðmundar og Kolbeins sem að enda þannig að Kolbeinn lætur dæma kirkjunarmenn sem Guðmundur taldi að væru undir sinni lögsögu og Guðmundur svarar með því að bannfæra Kolbeinn, hvað annað. Þannig að þetta verður þessi togstreita milli þeirra sem endar síðan eiginlega með bardaganum í Víðinesi þar sem þeir berjast, þar sem fylkingunni lýstur saman en það sem búið að semja og menn eru búin að semja vopnahlé eða berjast ekki og það þá sem að kemur þetta dramatíska andartaka þegar biskupsmenn eru að snúa heima hólum á hestum sínum að þá kemur Brúsi prestur sem kemur nú ekki fyrir í sögunni, hvorki fyrir síðar, en hann kemur til Kolbeins og segir þá, það ríður biskup á brott með virðingu þína. Og þetta setur allt í gang, Kolbeinn getur ekki þolað þessi eggjunar orð og hann skipar mönnum sínum til bardaga og þessi það eiginlega áður en að fylkingunum lýst saman að þá kemur steinn fljúgandi úr hópi biskupsmanna og í ennið á Kolbeini og drepur hann. Og enginn veit í raun hver kastaði steininum en auðvitað segjum við sem eru trúaðir og trúum á yfirburði Guðmundar og helgi hans að þetta var drottinn almáttugur sem kastaði steininum. Það engum öðrum til að dreifa. En þarna dálítið þarna dálítið komið inn á hrokan, þetta sem eina dauðasyndunum, Superbia, eða hýbris, eins og Grikkir kölluðu hann. Og það það sem að Kolbeinn, hann svo hrokafullur að hann þolir ekki þessi fríunar orð og leggur til atlögu þó að það sé í raun og veru búið að semja frið. Og þetta dálítið endurtekið stef í þessum fræðum. Það að segja að það hrokinn og síðan kemur náttúrulega Nemesis sem þessi gyðja sem hann refsar fyrir hrokan og í þessu tilfelli það að Kolbeinn fær þennan stein í höfuðið vegna síns hroka og yfirgangs. Nú síðan halda þessi átök í raun og veru áfram og Guðmundur bara hluti af þessum átökum. Arnór Tumason, bróðir hans, tekur upp þessi átök og árið eftir fara þeir í ferð hér að Hólum og biskupsmenn flýja undan
Þeir taka þá höndum mann sem hét Sveinn Jónsson, kallað Sveitarbót, sem hafði barist í Víðinesi, átti sverðið Brynjubít og þeir ákveða að drepa þennan Svein og taka hann af lífi og þá segir Sveinn svona kurteislega: piltar, áður en þið drepið mig verði ekki til í að slíta af mér hendurnar og fæturnar. Og þeir gera það og hann söng Maríuvers allan tíman. En þetta svona daldið, þarna verið að leggja áherslu enn og aftur á þessa helgi Guðmundar gagnvart þessum veraldlegu höfðingjum og þá þessa trú Sveins Jónssonar að láta slíta af sér útlimina áður en hann drepinn, bara til þess að í raun og veru að pyntingarnir sé enn meiri, svo að honum sé örugglega eigi heimvist í himnaríki. Og þetta alltaf sérstaklega gaman í dag á þessum tímum þar sem að trúleysi raun og veru í tísku að lesa svona mann sem tilbúinn að ganga í gegnum allt þetta fyrir trú sína. Og það mjög skemmtilegt að lesa einmitt það, einmitt á þessum tímum þar sem að trú eiginlega orðin, það verið að segja sko, í öllu þessu fúkyrða flaumi sem að tala nú enn viðkvæmt efni, það Birgir Þórarinsson sem gekk í Sjálfstæðisflokkinn, að það í öllum fúkyrða flaumnum sem honum lagt til lasts að hann sé líka trúaður. Í ofanalag hann trúaður. Þannig að sko, aumingja maðurinn, hann á sér ekki viðreisnar von, sko. Þannig að þetta eiginlega, það enn einn lösturinn á þessu manni sem að sveik þessi kjósendur sína í Suðurkjördæmi að vera trúað. En Sveinn Jónsson hefði ekki lagt honum það til lasts. En síðan kemur þessi langa saga Guðmund góða og hvernig hann einhvern veginn pyntaður, hann dreginn hann hættur, hann kallaður kampi, hann dreginn á hestum yfir grjót, á einhverjum börum og maður getur ímyndað sér hvernig það og þetta einhvern veginn allt saman. En það alltaf þessi trúar styrkleiki sem að Guðmundur sýnir. Og þá velti maður þessu fyrir sér sko, að þetta ekki allt saman úr hans uppeldi? Að Guðmundur einhvern veginn alinn upp þannig að hann gefst ekki upp, það þýðir ekki að kvarta eða kveina, þá hann bara laminn og hann hefur þessa ótrúlegu siglu og líka þessa ótrúlegu trú sem hann hlýtur að hafa fengið einmitt í sjóslysinu. Þannig að maður fær svona dálítið mikla virðingu fyrir Guðmundi og síðan hefur hann náttúrulega reyndað verið mikið úthrópaður fyrir það að hafa vísað málum sínum gagnvart veraldlegum höfðingjum til erkibiskups í Noregi og sagt að það hefði verið upphafið af niðurlægingu íslenskra þjóðar. En ég held að þetta sé ekki svo einfalt, en Guðmundur svona, hann þessi mikla trúarhetja. Og maður sér alveg þegar maður horfir á hans uppeldi og síðan verður hann svona betlimunkur eiginlega, hann ekki kirkjuhöfðingi eins og þeir Ísleifur Gissurarson eða Gissur Ísleifsson eða Jón Ögmundsson. Hann fer landið með hópa fólki og lifir á bónbjörgum, en hann alltaf maður alþýðunar. Hann ekki maður höfðingjana, hann maður alþýðunar og það vegna þess að hann alinn upp meðal alþýðunar, hann ekki með eitthvað höfðingja uppeldi. Og það þetta sem maður sér síðan og síðan kemur þessi mikla harmsaga sem að verður kannski upphafið af ógæfu frænda minna Sturlungana og það það að Sighvatur, hann stendur með þessum frændum sínum, Tumasonum, þar sé Kolbeini og Arnóri, gegn Guðmundi. En hinir bræðurnir á móti, þeir eru í liði með Guðmundi góða. Og Sighvatur, þannig að hann reyndar ekki, ég man ekki hvort það var í Víðistaðabardaga, en hann allavega í Helgastaðabardaga sem nokkru síðar. Og síðan gerist það þegar að Arnór dáinn að þá vantar eiginlega höfðingja til að taka við veldi hér í Skagafirði og þá Kolbeinn ungi ennþá mjög ungur og getur ekki gert það og þá það sem Tumi Sighvatsson, eldri, tekur við völdum hér að Hólum. Og það líka svona, þar sér maður alveg þessi uppeldis áhrif að
Sighvatur sem að við Einar erum afskaplega hrifnir af báðir og var helviti svona hann var óskaplega skemmtilegur maður, svona gáfaður og fyndinn maður. Hann fyndnasti maður í Sturlungu og kannski sá mest sympatíski en hann verið voðalegur í barnauppeldi. Og það sem hann gerir þar að hann trúir því að næst elsti sonurinn muni taka við ríkinu. Það Sturli, frendi, eða Vígsterkur eins og hann var kallaður áður en hann fæddist. Og sem þýðir það að Sturla skyggir á önnur systkini sín og sérstaklega frumburðinn Tuma sem alinn upp í skugganum af næstelsta bróðurnum. Og maður sér alveg fyrir sér hvaða áhrif þetta hefur á Tuma. Þessi höfnun, þessi tilfinning að standa alltaf í skugganum af litla bróður, ekki af stóra bróður, þetta litla bróður. Svo Tumi verður svona pirraður, óhamingjusamur, eins og svona unglingur í fílu sem ég veit að öll þekkið. Þessi fílugjarni unglingur sem alltaf á hofnum sér, alltaf leiður, alltaf í fílu, alltaf með höfnunarkennd og hann verður það Tumi. Og síðan fer hann einhvern veginn og tekur völdum af Hólum sem höfðingi Skagfirðinga og hann náttúrulega rís ekkert undir því, þessi fílugjarni ungi maður, hann ræður ekkert við það og síðan kemur þessi atburður að biskupsmenn eru út í Málmey, þeir koma að Hólum og Tumi það drepinn af undirmálsmanni sem hét Einar Skemmingur og síðan farið þeir aftur út í Málmey og þaðan út í Grímsey því að biskup óttaðist hefnd þeirra Sighvatar og Sturlur. En einhvern veginn svo heldur þetta áfram og síðan fara þeir áfram út í Grímsey og í þennan hefndar leiðangur. En enn og aftur svona sér maður alveg þessa harmsögu Tuma eldri og það maður sér alveg þessi uppeldis áhrif, hvernig hann alinn upp og hvernig hann verður síðan þessi svona tapari. Hann gætir ekki að sér, hann áttar sig ekki á því að hann þarf að hafa vörð og síðan hann drepinn. Og síðan fara til feðgar til Grímseyjar og á eftir biskupsmönnum og þar einhvern veginn kristallast kannski í fyrsta skipti karakter Sturlu sem þessi laukur ættarinnar og þessi næst elsti sonur Sighvatar sem á að taka við ríkinu en einhvern veginn ekkert maður til þess. Hann ákvarðanafælinn, hann svona sveimhugi, hann veit í raun og veru ekkert hvað hann vill og þetta svona karaktereinkenni sem að koma alltaf betur og betur fram að Sturla getur aldrei tekið ákvörðun neitt, hann veit ekkert hvað hann að gera út í Grímsey, hann ætla ég að drepa Guðmund Arason, ég bara veit það ekki, ætla ég að drepa Einar Skemming, já ég ætla að drepa Einar Skemming, góð hugmynd, ég ætla að drepa Einar Skemming, hann drap Tuma bróður, veitur Einar Skemming og dauður, shit, heyrðu, já hvað get ég gert þá, veitir nú við, jú, það eru tveir prestar hérna, sem að sungu yfir honum sem ólefuðan þegar þeir veitt honum síðustu blessunna. Góð hugmynd, tökum þá og geldum þá. Góð hugmynd, drífum í því. Þetta getur orðið ansi dýrt Sturli, en gera það samt. Og þannig að Grímseyjarförin algjör feigðarför. Það ekki glóra í þessari Grímseyjarför. Og þar hittast þeir sem sé Sturla og Aron Hjörleifsson sem var gamall fjandmaður hans og þar líka, þá áttar maður sig á því, þeir eru aldir upp saman, þeir voru eins og fóstbræður og þeir voru miklu vinir og félagar í Hítardal, þeir voru ungistu piltar en eitthvað gerist og þeir verða hatursmenn og veldur fyrir sig hvað gerðist. Voru þeir aldir upp þannig að einhvern veginn að Aron, hann vildi ekki hlýða Sturlu. Var Sturla ástfangin af Aroni? Var þetta einhver slíkt drama? En allavega, við vitum það ekki, að þarna allt í einu komið þetta blinda hatur sem að við sjáum síðan í Grímsey þegar þeim lýstur saman
og Sturla ætlar að drepa Aron en Aron kemst undan. Og síðan reynda drepið þarna einn af helstu stuðningsmönnum Guðmundur Arasonar, Eyjólfur Kársson drepið líka í Grímsey og mjög skemmtileg frásögn af þeirri aftöku að þegar að eiginlega verið að höggva hann, svona bara á leiðinni, þá lítur hann upp, þegar öxin að koma, þá lítur hann upp og segir já, ég held að bráðum komi betri tímar. Og þetta svona ansi svona drastískt, menn alltaf í svona því að við lifum á öld vælsins, væluöldinni miklu, þannig að þá gaman að hugsa til Eyjólfs Kárssonar sem að segir þetta á banastundinni. En Guðmundur Arason, hann náttúrulega biður Aron vini sínum allra blessunar og Aron kemst síðan undan og Aron á alveg ævintýralegt líf og kemst undan eiginlega úr hverri raun og mjög merkilegt að upplifa það og reynilegt að blessun Guðmundur Arasonar fylgdi honum alla tíð. Og Guðmundur Arason hvatti hann með þessu orðum vertu góður við fátæka. Mér finnst ágætt, Guðmundur hvatti alla með þessum orðum vertu góður við fátæka. Það var svona dálítið Inga Sæland yfir honum. Og þar með Aron kominn svona eiginlega út úr sögunni en Sturla fer aftur í land og síðan hefst þessi saga Sturlu sem einkennist af þessu mikla ráðleysi og maður áttar sig reyna að veltaði fyrir sig, þetta eitthvað úr uppeldinu að hann einhvern veginn ofmetnast svo í þessu. Það eins og við upplifum oft geðlæknar, það þetta ef eitthvað barn lendir í þeirri ógæfu að hitta sálfræðing á æsku árunum og sálfræðingurinn leggur fyrir barnið greindarpróf og segir síðan við barnið eða foreldra þess, þú ert afburðavel gefin. Þetta mikið böl. Þetta getur þvælst fyrir barninu alla ævi. Þetta alveg ótrúlegt böl að fá þetta. Það fær mest tilfinningu, ég svo djöfull gáfaður að ég þarf ekkert að hafa fyrir námi. Það á allt einhvern veginn leik í höndunum á mér því ég afburðavel gefin. Og þetta eins með Sturlu. Hann einhvern veginn alinn upp í því að vera þessi laukur ættarinnar sem að allt muni einhvern veginn ganga upp hjá honum. Og maður eftir fyrir sig það sem einhvern veginn hann einhvern veginn lærir ekki að treysta á sjálfan sig. Það svo að sé alltaf að bíða eftir því að koma einhver annar og taki ákvörðunina eins og í Abarafjörð þegar þú varst að tala hana. Það Sturla algjörlega ráðalaus. Og hér á Örlygsstöðum, það alveg bara sorglegt að upplifa Sturlu þar. Hann þvælist með gamalt spjót frá Gísla Súrssyni og alltaf að bregða því undir fótinn og rétta það af. Hann drepur engan mann á Örlygsstöðum og bara algjörlega ráðalaus. Þannig og þar einhvern þessi karakter Sturlu Sighvatssonar. Og maður veltir fyrir sér, þetta úr uppeldinu? Því að segja kemur Þórður Kakali sem mun yngri en hann eða talsveit yngri að hann allt annar maður, það allt annar svona efniviður í honum. En þetta svona það sem ég hef mest verið að velta fyrir mér í þessum Sturlungu fræðum, það þessi uppeldisáhrif og þetta skýra ákveðið svona út frá uppeldinu og ég hef mikið velt fyrir mér Snorra frænda Sturlusyni í Reykholti og Einar talaði nú aðeins hann áðan og þar það þessi, hann fer í fóstur í Odda og maður lærði það í Íslandssögu Hriflu Jónasar að það hafi verið mikið gæfuspor fyrir íslenska þjóð þegar hann fer þangað og lærir sem sé sína latínu og annað þar. En ég velti fyrir mér hvaða áhrif hafði þetta á hann? Snorri tekinn, 30 ára gamall, það riðið með hann yfir hálft Ísland frá Dölum á Rangárvelli, skilinn eftir þar á hlaðinu hjá ókunnugu fólki, hann þekkir ekki eitt einasta andlit og þar hann næstu árin til tvítugs og það fer einhver spurningum að því hvernig uppeldið En mín kenning svo að Snorri hafi komið, hámenntaður en mjög tengslaraskaður. Og með mjög mikil vandamál úr þessu uppeldi. Vandamál í sambandi við það að tengjast öðru fólki, vandamál í sambandi við það að hann mjög paranoid, hann var sig, hann einhvern veginn veit ekki alveg hvernig hann á að haga sér,
hann veðjar gjarnan á vitlausan hest í lífinu. Hann svona eins og maður í Reykjavík sem alltaf heldur með Þrótti. Það svona algjörlega vonlaust fyrirbæri. Það bara, Þróttur tapar alltaf. Og sko halda með Þrótti bara ávísun og ógæfu. Og það eins með Snorra. Hann veðjar svo oft á rangan hest. Hann veðjar á rangan hest í innanlandsátökum í Noregi. Og einhvern veginn hann, og þó maður segir sko að tilfinningar sé alltaf það sömu, að það eitthvað svo ótrúlegt hvernig Snorri til dæmis hagar sér í samskiptum börnin sín. Hann notar þau eins og peð í þessari valdabaráttu og það ekki að finna neitt sem heitir væntumþykja eða umhyggja. Hann bregst þeim öllum í raun og veru og við það tekist dæmi þegar hann giftir yngstu dóttur sína Þórdísi, Þóraldi Vatnsfirðingi sem þá 45 árum eldri en hún. Þannig að hann sko á að vita það að þetta það ekki mikil gæfa yfir þessu hjónabandi að Þóraldur myndi sennilega falla frá mjög snögglega því þetta var ribbaldi og ábeldismadur. Og síðan þegar að Snorri er drepinn að þá koma þar að sko 3 tengdasynir sem að standa að morðinu. Það Árni Óreiða og Kolbeinn Ungi og Gissur Þorvaldsson og Klængur Bjarnason sem fóstursonur hans. Þannig að þetta mjög skrítið að þetta gerist bara hjá mjög tengslaröskuðu fólki sem einhvern veginn vekja ekki þá svona samhug með öðrum. Og þetta mjög skrítið sem þessar tengdasyni, það 3 tengdasyni sem koma sér saman að drepa tengdapappa. Ég búinn að eiga marga tengdafeður ævina og mjög misjafna en sem sé að við myndum koma okkur saman það að drepa tengdaföður okkar, það dálítið fjarlægt. Og ef það fjarlægt okkur í dag þá á það vera jafn fjarlægt þá því að maðurinn breytist ekki neitt. En þetta allt einhvern veginn. Og þarna held ég að við skýrum mjög mikið af persónleika Snorra. Hann séni í sínum bókum, en í sínu lífi hann afskaplega mikill klaufi. Og eins þetta að fara svona eiginlega að taka svo marga úr þessu sögum. Nú hetja ykkar Skagfirðinga, Kolbeinn Ungi, hvað með hann? Hann náttúrulega missir föður sinn tiltölulega ungur, fer sér í fóstur til Sighvatar. Hvað það? Þetta hatur hans á þeim Sighvatssonum og Sighvati, kviknar það þar, verður hann afbrýðisamur, hann afskiptur, hann lagður í einelti, allavega þróar hann með sér þessa siðblindu sem hann með, hann mjög siðblindur á Örlingsstöðum þegar hann að höggva þessa frændur sína, ná frændur sína, með að segja liðsmenn hans þeir biðja þeim greiða, en hann hlustar ekki á það. Og maður veltir fyrir sér, þetta komið úr hans uppeldi einhvern veginn, hvernig hann svona tekur alltaf einhvern veginn þessan pól í hæðina, hann mjög miskunnarlaus, svona jaðrar við að vera siðblindur, gengur á bak orða sinna, þó ekki eins og Gissur Þorvaldsson sem heimsmeistari í að ganga bak orða sinna. En þetta svona ansi flókin saga, þar sem maður þarf aðeins að skyggnast á bakvið svona tjöldin og segja við sjálfan sig hver skýringin á þessu atferli? Þeir allir með einhverja geðgreiningar eða þeir persónleika raskaðir? Eða það bara þannig að þessi siðblinda öld sem þeir lifa á kallar í raun og veru fram það lang versta í fólki? Og það sem eiginlega kannski maður svona það eiginlega niðurstaðan svo að þetta siðrof sem verður á Sturlungatímabilinu, það kallar svo mikið fram þetta versta í mönnum, eins og í Kolbeini Unga, eins og í Gissuri Þorvaldsinni, eins og í Sturlu frænda mínum og fleirum. Þannig að þetta svona eitthvað tímabil sem að mjög svona spennandi og yfir þessu öllu saman vakir síðan Hákon gamli og einhvern veginn etur þessum íslensku höfðingjum hverjum gegn öðrum og það má Kolbeinn Ungi eiga og það má segja honum þetta hross að hann gekkst þó aldrei Noregskonungi á valdi eins og frændur mínir, þannig að það gott að hann má eiga það, kallinn. En hvað það, ég ætla ekki að hafa þetta mikið lengra,
Þetta ekki gott, Jóna? Jú. Já, ég hafi þetta mikið lengra. Enda kannski með einni gamansögu úr heilbrigðiskerfinu af því að ég er svo mikið fyrir, af því að ég er nú alltaf að vinna í heilbrigðiskerfinu og það er alltaf verið að gagnrýna heilbrigðiskerfið og þið heyrið á hverju stundu neyðarástand á Landspítala, neyðarástand á bráðamóttökunni, þetta sé þetta og þetta sé hitt. Og þetta er ekkert nýtt, þetta er búið að standa mjög lengi og það gerðist fyrir nokkrum árum síðan þegar Jón Kristjánsson, framsóknarmaður, var heilbrigðisráðherra og ég var á fundi með honum í rúgbrauðsgerðinni og það var ofboðslegur æsingur í fólki hvað heilbrigðiskerfið væri vont og kemur ekki maður upp þarna alveg óskaplega reiður og það segir að heilbrigðiskerfið sé algjörlega komið að fótum fram og þetta er algjört hneyksli hvernig þetta heilbrigðiskerfi er orðið. Og svo bendir hann á ráðherra og segir og segðu mér einn hlut, ráðherra, hver er hinn eiginlega dánartala íslensku þjóðarinnar? Og svo fer hann og með miklum klappi og hávaða og Jón kemur upp og segir, ég veit ekki hvað þetta munið til Jóni, það var að skapa svo hægur maður og talaði svona lágmæltur og sagði svona í pontunni, ég ætla nú bara að svara þessu manni mjög stutt að varðandi hver er hinn eiginlega dánartala íslensku þjóðarinnar, það er 1 dauðsfall á mann.